Já, hér eru við komnir aftur. Já, Gaman að fá þig heimsókn. takk fyrir að bjóða mér. Ævinlega. Þú ert í fallegum bláum sokkum. Já, er þetta ekki einhverjir svona blái nagli sokkur, eða kappamins sokkar einhverjir? Já, ég var að spáði að láta þig byrja að draga spjald frá Siggu Kling, Já, sem þú farið síðan að eiga. já. Hvað segir hún? Þú hefur óbyrjandi kjark og þor, þess vegna ertu sigurvegari. Er ekki dálítið mikið til í því bara? Þú hefur kjark og þor. Já, ég hef það alveg, sko. En mér veist ég alltaf að tapa. Nú? Já, svona, ég er ekki alltaf sigurvegari allavega. Nei. Þegar þú segir þetta tapa, ertu þá að tala um eitthvað prófkjör og eitthvað svona? Já, ég tapaði síðast, allt út á þingi og... Já. En Ég var nú vanur að vinna hér í gamalt alltaf, en það er svona, kemur alltaf að ég maður tapar. En er það ekki lenskan í íslenskum stjórnmálum í dálítið langan tíma, þeir sem þora að hafa þor og kjark, að þeir enda á að tapa? Og þess vegna er allir í leikrit og allir að ljúga og bulla. Ég held að þetta sé bara ansi góð skýring á þessu. Það er auðvitað voða erfitt allavega í svona stjórnmálum að taka hlutin á kassan og hafa einhvern kjark og þor. Það getur kallað á mjög mikla andstöðu við þig og hræðslu við þig og þá er það svona betra að hafa þá menn til hliðar. Einmitt, ef við byrjum kannski bara þar, það er svona, þú veist, það er akkilesar hællin á þessu lýðræði sem við erum með, að við erum með þetta kerfi og það kallar dálítið mikið á málamiðlanir og það kallar á einmitt að, þú veist, maður hugsar sko, ef það væru 63 einstaklingar á Alþingi og allir væru bara alltaf að segja sína skoðun og allir myndu segja, ég get ekki gefa afslátt, hvernig myndi það myndi auðvitað ekki virka. Það myndi ekki virka. Nei, þess vegna erum við með flokka. Já, en samt finnst manni þetta einhvern veginn verið farið að hætta að virka, svona þetta er á leiðinu að hætta að virka líka, finnst mér, sko. Já, það er að því að flokkarnir eru svolítið svo veikir, sko, finnst mér. Það er mín skýring, sko. Við erum konum með eitthvað 8 flokka á þing. Það er ekki góð þróun. Nei, en ég er ekki að segja það, sko, að ég meina, stundum verður maður undir til dæmis sínu þingflokki. Þín sjónum verður undir þar, fleiri eru á annarri skoðun og þá ert þú bara undir og þú bara sættir við það. Það er bara hluti af þínu lýðræðislega flokki sem þú ert í. Þín sjónum verður undir, sko. En þegar það er alltaf að ýta öllum út sem eru, sko, með andstæða skoðun og einhverju sem eru kannski, við getum kallað á kjarkmikla, að það að ýta þeim alltaf einhvern veginn frá okkur. Svo kannski kemur bara ljósa hans sjónarmið voru bara skynsamleg og við tökum þau bara upp sjálf síðar, sko. En það að hafa svona kjark í þessu, svolítið að sigla móti straumnum, sko, því straumur fer oft í vitlausar áttir, að það er nauðsynlegt að það sé í stjórnmálum, að menn sigla þess að móti straumnum, bendi á að við getum kannski hugsað að vera rangri leið. Ok, það er ekki vinsæl, sko, við einhver á einhverjum tíðanpunkti, en það er nauðsynlegt einhver þóra að segja hana. Og þannig á bara lýðræði að vera, en við þurfum ekki að einhvern veginn að henda þessu fólki allir frá okkur, sko. En einmitt, maður hugsa, sko, nú eru þetta orðnar, því nú eru komin á tíma þar sem við erum með allir þessar samfélagsmiðla, allar þessar upplýsingar og gríðarlega mikið af skoðanakönnunum, PR, fólk út um allt. Og þá er það þetta, þú veist, maður hugsa, sko, stjórnmálamaður sem er komin í háa stöðu, tala nú ekki um það orðið forsetisráðherra eitthvað svoleiðis. Þú veist, er ekki dálítið oft, þú veist, það er bara einhver hópur af fólki búin að kalkuleita, svo ég sletti, reikna út hvaða skoðun er best að hafa, hvernig hún er því fylgið og það verður síðan bara ofan og þar að leiðandi er manneskjan svolítið orðin að róbót, sko. Hún er ekki lengur með sín eigin skoðun. Stjórnaða PR-fólki. Nákvæmlega. Þetta er hættan. Þetta PR, fólk fer nú allt meira og með lítið á þau, sko. Það getur líka verið hættulegt. Þú bara þú verður of mikið PR og endanum bara
finnst mönnum þú bara óspennandi og þú bara einhvern veginn kóðna sjálfkrafa niður að þú er búin að vera ómikið í PR-inu sko. Þannig að þau dæmir alveg til líka en sko ef þú ætlar að standa upp og standa fyrir einhverja skoðun sem kannski ekkit sérstaklega vinsæl eða svona ábending sem truflar marga hún getur alveg verið vinsæl en hún bara truflar svo marga það verður svo mikið læt út af henni að þá þarftu auðvitað að vera svolítið vel undir það búin að geta tekið á því stormin það er auðvitað það ekki allir sko ég teki á þig stormin og staði hann af þér einmitt og það er þannig stjórnmálverðin sem ég vil helst sjá sko, sem getur tekið af sér stormin eða staðið af sér stormin og komið bara upp sko, ég benti ykkur nú á þetta er nú sennilega bara rétt hjá mér sko. Já, maður hugsaði mitt, þú veist maður hugsaði jafnvel sko að það geti verið sko nánast að þú værir að fara út í það að vera stjórnmálamaður að þá sé bara mjög gott að hafa það á ferilskrána og þú hafi farið í gegnum opinberan storm sko og af því þá manni líður einhvern veginn eins og veistu ég tala nú bara til dæmis Sigmund Davíð vinninn sem að var að reyna að koma þér í Eurovision Já, ég átti að hefna Þannig finnst sko eftir það sem gerðist í honum að þá líður manni kannski pínlítið og núna séum við með óritskoða útgáfa Sigmundi Davíð að því hann er búin að fara í gegnum hennar storm já. Og það er svolítið þvegið af þér þessi þörf fyrir að vera geðjastöllum sko. Já, hann auðvitað bara stóð af sér hennar mikla storm Bjarni hefur staðið af sér marga storma og Sigmundur stóð sér mikið storm og er sennilega sterkari núna heldur en bara nokkru sinni fyrr og kjarkurinn bara aukist ef eitthvað er Já því þú ert frjáls, þú ert svolítið frjáls sko. Sigmundur er frjálsari en Bjarni hann er miklu frjálsari en Bjarni sko. Og að því maður hugsar sko, nú nýlegt dæmi nú er þessar forsetakosningar ég er nú búin að bjóða honum Baldri að komingað og ég vonan muni nú einhvern tíðan þykja bóðið hann kendi mér upp í háskóli, ég hef alltaf kunnað vel við hann Já, ég held að það sé ágætis maður Já, hann er mjög fínn maður en ég sá þetta með Æsef og hann að þá hugsa, sko, kannski er ég að leita að einhverju öðru en fólk en þegar hann segist ekki muna þú veist, ég sagði, ef að maðurinn hefði bara sagt herri já, ég kaus með því að við ættum að greiða þetta á sínum tíma en ég sé það núna að hafa kolrangt um mér og ég sé bara eftir því að hafa gert svoleiðis en það er hluta því að vera manneskja að kunna skipta skoðun og þetta voru mistök hjá mér finnst þess að það hefði verið svo sterkt útspil sko. Mjög sterkt útspil ég meina hann hafði bara ákveðið sjónarmiðum sínum tíma með ákveðið rökum á sínum tíma og hann var ekkit einn það fullt af fólki þannig og þetta var bara mín skoðun við þær aðstæður sem voru þá eftir að hyggja hefði kannski verið algjör óþarfi og mistök en þá er bara málið búið sko nú situr hann uppi með eitthvað svona vandræðagang kringum þetta En hvað er þetta eins og þín reynslaði að vera í stjórnmálunum? Þú veist, er þetta lenska að það sé einhvern veginn það að fyrir mér er manneskja bara sterk ef hún skiptir skoðun og segir hún hafi gert mistök en er þetta lenska í stjórnmálum að það sé einhvern veginn of mikið veikleikamerki og þess vegna sé betri einhvern veginn að krabba sig út úr hlutunum á einhvern annan hátt sko. Ég held að það bara sé mannlegt sko, ekki bara í stjórnmálum sko. Við hefum einhvern veginn þessa tilhengu sem réttlæta okkur og við gerum helst ekki mistök og við reynum að hagraða einhvern veginn umræðunni okkur í hag í staðan fyrir bara að segja eins og ég segi stundum ég gerum mistök, ég var bara fáiði sko. Ég fór á fullur á rafskútu ég sagði það bara strax, ég var bara fáiði og og gerði bara á bak og á mér enga málsbætur sko. Þá var það mál búið sko. Það er eitthvað frelsandi við það? Já, ég meina hefði ég ætla að vera að ljúga einhverju sko, ég meina, come on, það þýðir ekkert. Við gerum öll einhver mistök. Ekkert að hugsaðu hvað að vera leiðilega að vera fullkomin, en ég meina við gerum einhver mistök. Og við höfum einhverja skoðanir og eftir á hyggja voru það bara vittlausar. Svo ég sé bara svo úlíkandi, feysaðu það sko. Og þú verður svo eitthvað ótraustvekjandi eða þú ætlar að reyna að ljúga þig út úr hlutunum eða hægraða einhvern veginn fortíðinni eða mér finnst það bara hallarslegt en ok, það er svolítið mannlegur eiginleiki samt sko. Þannig ég ætla svo mikið að dæma menn hart fyrir það og ég held að sko Baldur hafi alveg ótrúlega sterkar stöðu svona, hann er svona kann þetta sko, en mér finnst hann gera mörg mistök í þessar baráttu með því að gera bara Felix að samforseta sínum mér finnst það alveg ótrúlega mistök hjá honum sko
og svona, og þetta klúður einhvern veginn, finnst mér hafa veikt af það mikið að ég óttast það að hann sé eiginlega bara út úr myndinni, sko. Er það svoleiðis? Já, ég svona hef grun það, en hvað með Katrínu? Nú er hún orðin darling baby hjá sjálfstæðisfólki. Ég sé ekki betur. Það mjög skipta skoður það. Það ekki rosalega mikið af svona eldra sjálfstæðisfólki sem ætlar að kjósa hana. Já, sjálfstæðismenn hafa aldrei verið fastir í því að verða að kjósa einhvern samflokksmann sinn eða einhvern hægri mann. Jú, þegar Pétur Hafstein kom fram á móti Ólafur Ragnari og... Jú, en það var fullt af sjálfstæðismenn sem kaus samt Ólafur Ragnari. Sko, við hefum ekki verið alveg först í þessu og sannarlega ekki síðast og öfugt svolítið við vinstrimenn sem getur aldrei kosið hægri mann, sko. Ég held að margir hægri menn horfa bara einfaldlega á, heyrðu, hvaða kostum þarf forseti að vera búinn? Það ekki snýst kannski ekki alveg bara stjórnmálaskoðun forsetans. Hvaða kostum þarf að vera búinn? Hvaða reynslu þarf hann að hafa? Hvaða þekkingu þarf hann að hafa? Við hægri menn kjósum eftir þessu, sko. Ekki bara til pólitík. En það eru þetta margir sjálfstæðismenn mjög óhressir bara út af pólitískri forsögu hennar að þeir geti ekki hugsað að kjósa hana, sko. Líst þér vel á hana? Já, ég hef ekkert nema gott af henni að segja. Við erum til að starfa aðeins saman, við þekkjumst. Ég þekki alveg kosti hennar, sko. Og veit hvað hún kann. Eins og ég sagt við hann, eini galli við Katrín út allt og mikill sósíalisti. Og þannig að ég hugsa svona mörguleiti hendi betur á Bessastöðum veldur en sem forsætisráðherra, sko, leiðandi flokk í ríkisstjórn. En ég hef ekki nema gott hann að segja. Ég bara nema þann eiginleika að vera svona mikið sósíalisti, sko. Þegar maður hugsa, sko, að því ég er nú búin að fá hann Arnar Þór nokkru sinni menna til mín. Hann til dæmis, ég einhvern veginn las strax þannig, hann er ekki að fara að mælast með hátt fylgi, sem samt, sko, hann tala mjög mikið til eins og mín, sko. Já, hann er auðvitað mjög öflugur Arnar. Já, og ég, þú veist, þegar ég stundum skil ekki alveg, sko, þú veist, þú veist, kannski er ég svona mikill álhættur og samsæriskall. Mér fannst rosa skrítið að, ég man ekki hvort það var 97% af þjóðinni hafi farið niður í Laugardalshöll með 90s tónlist að láta sprauta í öxlina og segja náðan þess að spyrja spurninga. Já. Og það er svona mjög einhvern veginn eins og það sé sama, sko, þú veist, mér í mínum huga ætti hann að vera þarna uppi með þessum sem er að mælast efst, sko. Já. En hann er það bara ekki. Og það segir mér svolítið, ég er bara einhyrningum með hvernig venjulegt fólk er að hugsa, sko. Já, sko, ef þú lest skrifir hans Arnars og það sem hann er að segja algjörlega, þá myndur þú segja, þetta er bara alveg, sko, maður sem er í þetta embætti, sko. 100%. Ég er algjörlega sammálaður í því. Sko, vandamáli virðist vera, menn hafa eitthvað fyrirvara á hann. Með að segja eigin flokksmenn, hann kemur inn í þingflokkin, stendur sér frábærlega hérna í prófkjöri og næstu bara búin að taka annarsæti, sko, munaði bara litlu, endar við sér 7. í staðinn og kemur svona í þingflokkin og svo bara er allt í einu bara komið allt í einu uppnám og hann ætla bara að leggja niður flokkin og og þá hugsa mér hvað slags liðsmaður er þetta? Hvað er að gera, sko? Og ég held að það bara einhvern veginn hafi stuðað svo margar sjálfstæðismenn að þeir eru bara ekki alveg að kaupa hann, ennþá. Einmitt, en þú sagði góðan punkt, þú sagði hvers slags liðsmaður er þetta. Og þetta þarf kannski á einhvern hátt liðsmann, en það þarf líka fólk sem bendir liðinu á að liði sig á leiðinni ranga átt. En það er þessi hárfína lína sem ég held að ég nái betur en hann. Ok. Að geta sagt ákveðna hluti og truppaða aðeins fórustuna, en alveg verið partur af liðinu, sko. Og sagt mig við svona ákveðna lýðræðislega niðurstöðu, ég er ekki bara mótmælandi, ég er ekki bara til vesen. En er það ekki bara því það er ennþá einhver partur af þér sem er skilistur í að vera liðsmaður? Ef þú værir alveg heiðalegu sjálf á þig, værir þú ekki bara svolítið eins og hann þá var ég líka algjör bara komið út á tún. Og þá var ég alveg eintrjáning og búin að mála mútið hot, sko. Þú verður að finna hérna millivegin, að geta risið upp, komið við andstöðuna, án þess að mála út í horn og verða bara enginn að tala við þig, sko. En ef ég myndi þá segja á móti, það sem ég upplifu hann, að hann segir, sko, bara hann talar sinn sannleika alla leið. Já.
þó að fórnarkostnaður sé og málið út í horn og þá kemur þessi spurning ef allir hugsa alltaf ég gæti mála út í horn en ég verði að gefa smá afslátt þá vantar bara einstaklinga sem segja ég ætla að fara alla leið sko. Já, þú getur sagt að hann hafi meiri kjark og þórheldur en það má alveg segja það ég myndi ekki tala svona djarft eins og hann og ég gera það líka öðruvísi en sko, ég verð að segja það sko, veist, ef ég ætti bara fara hérna í hæfni, ef þið var að ráði í embætti eftir hæfnis og færi bara í hæfnismat skilur bara eins og ég var að ráða forstjóri einhver staðar eða skrifstjórastjóri ráðuneyti eða lögreglustjóri eða eitthvað og færi bara í hæfnismat þá ég myndi ráða hann sko sem forseti Íslands sko en þetta flóknari það, þetta kostningar og þetta snýst stoltið tilfinningar, hvernig fólk upplifir aðra og svo framvegis. Þetta bara margskonar. En mér finnst það alveg bara og hans prinsip og skoðanir falla bara mjög vel að mörgu leyti af mínum sko. Maður hugsar sko líka hlutverk fjölmiðla því þú segir sko það komið fyrirvara og ekki það ég held að hann sé, hann tekur náttúrulega bara afleiðingunum sjálfur á því hvernig hann tjáir sig auðvitað, en fjölmiðla voru mjög fljótir að svona skulum segja, þeir voru ekkert að gera í því að reyna að láta hann líta betur út og það bara mótunum og það þessi, þeir er svolítið bara á mótunum og það sama gerist til dæmis í Bandaríkjunum þegar Robert Kennedy kemur fram hann strax málaður upp sem svona bara ómarktækur rugludallur en svo hlustar á mannin og þá bara rosalega mikið til í mjög mörg af því sem hann að segja sko. Já, þetta allt þekkt í sögunni sko og ég meina, ég held að Arnar svolítið að lendi þessari hakkavél sko og engin ennir að sko ég segi oft þetta fólk sem eitthvað hefur eitthvað lesið sem hann að skrifa Nákvæmlega Nei, þá bara einhvern veginn þá búin að sjá einhverjar fjölmiðla fyrirsagnir einhver staðar eins og þetta sé bara eitthvað svona skrítin jaðarmað, það alveg öðru nær sko Þetta sem þú veist að segja sko með að þú veist það dálítið oft sem að í nútímanum kannski hefur þetta alltaf verið svona, ég veit það ekki að það sem að fólk segir einmitt, þú veist, þú með einhverja rosa sterka skoðun á einhverjum og svo spyrði ég á en hefur heyrt manneskjunni að hlusta, hefur kynntir hana og þeir sem eru umdeildastir í nútímanum og hafa náttúrulega mest stuðað réttrúnaðar eins og Jordan Peterson að það mjög algengt að fólki sem mest á mótunum hefur aldrei hlusta á hann og svo náttúrulega kannski ennþá íktara dæmir Andrew Tate og það er það sama og þá hugsa maður einmitt og líka náttúrulega það voru fyrir kannski nokkrum árum þá hefði maður ekki einu sinni getað sagt þetta upp á tónast að vera skammaði mikið með Donald Trump nú er maðurinn bálvað dóni og það bara versta við það sko það versta við hann en til dæmis ef maður verður að tala stríð þegar hann að ræða hlutverk Bandaríkjamanna og utanríkisstefnu Bandaríkjamanna hlutverk Bandaríkjamanna í heiminum og í stríðsrekstri þá finnst mér maðurinn bara hljóma mjög skynsamlega og eiginlega bara mun skynsamlegar en eiginlega allir sem hafa verið í embætti forseta Bandaríkjanna Það einhver ástæða fyrir því að helmingur Bandaríkjamanna tilbúin að kjósa sko. Það einhver ástæða fyrir því þrátt fyrir alla þessa annmarka típunar sko sem ég svona hvað slags maður þetta þá hverfur það svolítið pólitíki sem hann að tala menn horfa alltaf bara á sér fíblaletti dónaskapinn sko. og byrju, engin veit bara fyrir hvað stendur hann í utanríkispólitík efnahagspólitík, hann bara hann kannski bara ágættur þar ég veit ekkert ég fylgist ekkert með þessu en þá horfa hann bara alltaf á þetta þess að hann hefur sagt einhver staðar eitthvað og hann auðvitað einhver svona þannig sé svolítið jaðarmaður svo sé kannski þessi sérkjörlega aukífingar eru oft sko og en það næri enginn að ræða neitt pólitíkina sko Nei, ég meina, þegar maður hugsa bara the proof is in the pudding, bara hvað gerði maðurinn að þá sko, þú veist, þegar hann var kjörinn forseti þá var mjög stór hópur af fólki sem að nánast bara talað að nú væri bara heimsendir sko hann tekur að neitt kjörtímabil og Bandaríkjamenn byrja ekki eitt einasta stríð á þessum tíma svo erum við núna með mannin sem tók við á honum hann stýrir engu en staða heim Þessi þáttur áskriftað þáttur
Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.